Það náttúrulega frumskylda ríkisstjórna að tryggja öryggi borgaranna. Og það ekkert ríki sem eitt getur tryggt öryggi sitt. Það verður að gera það í samvinnu við aðrar þjóðir. NATO var stofnað sem varnarbandalag fyrir 70 árum. Það var stofnað til höfuðs Sovétríkjunum til varnar lýðræðinu. Við erum hluti af og viljum vera hluti af þessu frjálsa samfélagi frjálsra þjóða, sagði þáverandi utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson sem undirritaði Norður-Atlantshafssamninginn 4. apríl 1949. Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu sem aðildarríki NATO án eigin herafla. Það eina aðildarríkið sem í landvörnum algjörlega háð sameiginlegum varnarskuldbindingum NATO og tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin. Árið 2016 samþykkti Alþingi mótatkvæðalaust þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. Þar segir að aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu verði áfram lykilstoð í vörnum Íslands og megin vettvangur vestrænnar samvinnu sem Ísland tekur þátt í á borgaralegum forsendum til að efla eigið öryggi og annarra bandalagsríkja. Þetta skýrt, en hverju hefur aðildin að NATO skilað okkur? Hverjir eru helstu áskoranir NATO á næstu árum? Til að ræða þetta höfum við fengið hingað Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, en hann jafnframt formaður Varbergs samtaka vestræna samvinnu og alþjóðamál. Velkomin Björn. Takk fyrir. 70 ár, þetta langur tími fyrir alþjóðasamtök sem þessi. Hvað skýrir þetta? Ég held að sé nú aðalega gagnsemi samtakana fyrir aðildarríkin. Ef það væri ekki svo að þá hefðu þeim ekki fjölgað jafn mikið á þessum árum eins og raun ber vitni um. Þau voru 12 þegar þau tóku höndum saman að stofna þetta varnarbandalag. Þau eru 29 núna, að verða 30 með Norður Makedóníu og bandalagið hefur laðið að sér öll ný ríki í Evrópu, öll ríki sem losnuðu undan ofurvaldi Sovétríkjanna. Þau hafa gengið í bandalagið, Júgóslavía fyrrverandi, þau ríki að koma inn í bandalagið. Ríki eins og Georgi og Úkraína vilja komast inn í bandalagið en gera það ekki út af ástandinu gagnvart Rússlandi. Þannig að er þetta ekki megin ástæðan fyrir því að bandalagið hefur lifað að þjóðirnar sjá sér haga því að vera í Atlantshafsbandalaginu. Það er öflugasta varnarbandalag, hernaðarbandalag eða friðarbandalag sem nú er við lýði í heiminum. Hvaða orð sem við veljum að nefna það. Ef við drögum það saman, í hverju liggur þessi árangur? Er þetta eðli samtakanna eða hvað er það sem skýrir þennan? Það er náttúrulega frumskylda ríkisstjórna að tryggja öryggi borgaranna. Og það ekkert ríki sem eitt getur tryggt öryggi sitt. Það verður að gera það í samvinnu við aðrar þjóðir. Og það það sem menn sjá í bandalaginu. Atlantshafssáttmálinn frá 1949 gerir ráð fyrir lýðræðislegu skipulagi, gerir ráð fyrir frelsi og gerir ráð fyrir því að þjóðirnar ráði sér sjálfar. Hvert ríki hefur neitunarvald innan bandalagsins, það ekki gengið lengra heldur en allar þjóðirnar vilja. Og þegar ríkisstjórnin hafa það hlutverk að tryggja öryggi þegna sinna sem höfuð hlutverk þeirra, að þá velja þeir þann vettvang sem bestur til þess og það hefur komið í ljós að Atlantshafsbandalagið best. 70 ár hefur það tryggt frið á sínu svæði. Það hefur verið kallað til þegar ófriður hefur orðið í Júgóslavíu fyrrverandi, í Afganistan og þá hafa þjóðirnar lagt öðrum lið og staðið saman. Bandaríkin urðu fyrir árás. Þá var í fyrsta sinn í sögunni virkjaður kaflinn í 5. grein sáttmálan sem gerir ráð fyrir því að árás og eitt ríki sé árás á þau öll. Þannig að bandalagið hefur sannað á þessum 70 árum að það er virt og það kerfi líka þegar menn kynna sér varnarkerfið og herstjórnarkerfið að það sjá menn að það er til þess fallið að sameina kraftana á þann veg að það skila bestum árangri.
Svona auk hefðbundinna starfa Atlantshafsbandalagsins, loftrýmisgæsla, flotastjórn og almennar svona hervarnir, þá eru verkefnin orðin mun víðtækari. Gætirðu fjallað aðeins það? Já, það náttúrulega þannig að menn skilgreina öryggishugtakið á allt annan veg núna heldur en var gert fyrir 70 árum. Og þegar Atlantshafsbandalagið var stofnað þá var þetta að draga járntjald Evrópu og segja við erum vestan við það og svo eru aðrir austan við það og við verum að tryggja þetta járntjald færist ekki vestar. Það er okkar höfuðhlutverk. Nú er þetta gjörbreytt. Nú er áherslan á blandaðan hernað eða fjölþættan hernað þar sem menn fella undir netvarnir, öryggiskerfið sem eru inn á símanum okkar á hverjum degi, varnir gegn því að það sé verið að miðla til okkar fölskum upplýsingum, varnir gegn því að það sé brotist inn í tölvurnar okkar og annað slíkt. Þetta er allt hluti núna þeirri öryggistryggingu sem við krefjumst að geta notið. Og Atlantshafsbandalagið hefur farið inn á þetta svið og þessir þáttur er raunverulega sá þáttur sem kannski mest reynir á en þessar myndir. Að vísu var gjörbreytt ástand hér á okkar slóðum eftir 2014 þegar Rússar hernámu Krímskaga þá á þeim 5 árum sem síðan liðin hefur verið gjörbreyting til dæmis hér á Norður-Atlantshafi og viðbúnaði hér. En þessi þáttur sem snýst áróður, íhlutun, undiróður, upplýsingafalsanir og annað slíkt, hann er líka þáttur sem ríkin líta til þegar þau eru að hugsa öryggi þegna sinna og NATO kemur inn á þetta. Í Finnlandi til dæmis hefur verið stofnað svo kallað öndvegissetur til þess að takast á við þennan vanda. Finnar eru utan NATO en það er gjörbreyting á þessum árum sem liðin eru frá 2014 og bæði Finnar og Svíar sem eru ríki utan NATO og þau eru í nánu samstarfi við bandalagið, hafa gert samninga við Bandaríkin varnaræfingar og annað slíkt. Þetta er eina af þessum breytingum sem við sjáum og sannar að þjóðir telja sér haga því að starfa með NATO. Þjóðir sem á sínum tíma fyrir okkur sem hefum fylgst með þessum langt árabil var eiginlega óhugsandi að Finnar og Svíar myndu tengjast NATO á þann veg sem nú er. Þannig að bandalagið höfðar til þjóða á annan veg heldur en áður og er að sinna verkefnum sem eru ekki eins sýnilega eins og það að efna til heræfinga eða standa fyrir öllu því sem menn sjá þegar þeir eru að sjá ítalskar þotur fara á loft héðan til þess að gæta loftrýmisins og þessi hlutir eru sýnilegir en það eru aðrir sem eru ósýnilegir sem skipta ekki síður miklu máli. Mér langar að spyrja það eins 70 ár eru langur tími og hvernig tengist þetta ungu fólki? Skilur ungt fólk mikilvægi þess að Ísland sé í Atlantshafsbandalaginu? Já, nú átta ég mig ekki á því. Ég er ekki nógu ungur til þess að geta sett mig í þau spor. En hins vegar hefur oft verið talað það á undanförnum áratugum að nú séu þeir að hverfa úr sögunni, þeir stjórnmálamenn og þeir einstaklingar sem hafa reynslu haft af því að taka þátt í hernaðarátökum og átta sig betur á því heldur en kannski við sem aldrei höfum þurft að standa frammi fyrir því að það sé mikilvægt að gera ráðstafanir á friðartímum til þess að koma í veg fyrir að það verði átök. Og kynslóðirnar hafa horfið og það er núna komið fólk sem þekkir ekkert annað heldur en Atlantshafsbandalagið í 70 ár og gengur kannski að því sem vísu að bandalagið sé til á þess að menn leggja nokkuð á sig í þágu þess. En ég held nú samt að allar umræður öryggismál og það sem er að gerast í heiminum sýni að það verði að gera ráðstafanir og ungt fólk átti sig á því eins og aðrir. Minnst ástu þeir sem kaupa sér tryggingar til þess að tryggja húsin sín þeir átti að sjá því að þeir eru að gera ráðstafanir til þess að vera við öllu búnir. Aðildin, þetta var ekki átakalaust. Það var mikill ágreiningur í íslensku stjórnmálakerfi aðildin að NATO. Hvaða mynd sérðu á íslenska stjórnmálakerfinu í dag? Ég hef nú í nokkur skipti flutt fyrirlestur hér í tilefni af afmæli NATO og Íslandi 70 ár og þegar maður fer yfir þessa þróun miðað við deilurnar sem voru 1949, deilurnar sem voru NATO og herinn burt og allt þetta
á þessum árum, að þá tel ég að það hefði vorið þáttaskil 1974 þegar Vari Land var starfandi eða undirskriftasöfnunin fór af stað og 55.522 skrifuð undir, 49% af þeim sem tóku þátt í, eða voru kjörgengir, eða höfðu kosningarétt, réttara sagt, í kosningunum sem fóru fram sumarið 1974, studdu það að varnarsamstarfið héldi áfram og Ísland væri aðili að NATO. Þegar þetta lá fyrir með undirskrift alls þessa fjölda fólks, að þá gjörbreyttist hér all pólitísk umræða aðildina NATO. Og ef að farið yfir stjórnarsáttmála fyrir og eftir, þá sjá menn að vinstri stjórn sem var mynduð 1978, hún orðaði afstöðu sína í utanríkis- og öryggismálum allt annan hátt heldur en stjórnina 56 og 71. Þessi breyting hélt síðan áfram og 9. áratugurinn var í raun og veru sá áratugur hér á landi þar sem uppbyggingin var mest á Keflavíkurflugvelli. Og þá voru vinstri flokkar í stjórn og komu að því ákvörðunum sem snertu þessa gífurlega miklu uppbyggingu sem varð á Keflavíkurflugvelli á þessum árum. Hér var fullkomnasti herbúnaður sem Bandaríkjamenn réði yfir til þess að fylgjast með kafbátum. Gíóklíði frá Grænlandi Ísland til Skotlands var lykil svæði við alla öryggisgæslu og Ísland skipti gífurlega miklu máli. Síðan hrynja Sovétríkin, það verður gjörbreyting, Norður-Atlantshafið tapar sínu gamla gildi má segja í öryggismálum og þar með dróst athyglin frá Íslandi. Varnarliðið fer 2006, hafði verið hér frá 1951 og við erum svona umræðurnar gjörbreytast hér öryggis- og varnarmál. Síðan fara menn í það á Alþingi að koma sér saman þjóðaröryggisstefnu sem liggur nú til grundvallar stefnu okkar í öryggis- og varnarmálum og þar gert ráð fyrir aðildina NATO og varnarsamningnum við Bandaríkin. Þetta eru grunnþættir. Þannig að þegar litið yfir þess 70 ára sögu að þá má segja að það hafi svo breyting orðið að það ekki lengur pólitískur ágreiningur nauðsyn þess að vera aðili að NATO og eiga varnarsamstarf við Bandaríkin. Og þetta mjög merkilegur áfangi eða árangur eða hvað sem menn vilja kalla það í sögu Íslands, í Íslandssögunni, sem ég held að sé ekki gerð nægileg skil í sögukennslu fyrir ungt fólk. Og fólk átti sig ekki á því í raun og veru þegar farið yfir þetta, hvað þetta mikilvæg og merkileg þróun sem hefur hér orðið á þessum 70 árum og ég held að ungt fólk gerir sér ekki grein fyrir þessu. Það finnst mér mjög miður og mér skilst, ég hef nú ekki rýnt í sögukennslubækur, en mér skilst að NATO hafi eitthvað svona kafla í þeim og kannski ekkert minnst á þessa þróun hér sem náttúrulega grundvallar breyting á okkar stöðu í heiminum og afstöðu stjórnvalda til alþjóðamála. Það hafa verið rannsakaðir, það hafa verið skrifað bækur samskipti okkar Íslands og Bandaríkjanna, menn hafa farið í sauman á ákvörðunum sem voru teknar. Þetta liggur allt fyrir. Það var á tímabili alltaf talað það að það hvíldi einhver gífurleg leynd yfir samskiptum okkar á þessu sviði. Vissulega leynd ákveðna hernaðarlega þætti og annað slíkt sem menn vilja halda leyndum, en stjórnmálaþættina hvílir engin leynd og á þeim hvílir engin leynd og það liggur alveg ljóst fyrir. Til dæmis var haldið fram á löngu tímabili að það væru kjarnorkuvopn hér á landi og Ísland væri einhver kjarnorkumiðstöð fyrir Bandaríkin. Þegar varnarliðið fór þá hefðu menn átt að finna þessar kjarnorkugeymslur að þeir hefðu verið í landinu. Það fundust engar, en það voru hér aldrei nein kjarnorkuvopn. Og það var alltaf verið að tala að menn hafiðu handbækur hér, bandaríski landgönguliðar sem voru á Keflavíkurflugvelli, þeir hafðu handbækur sem sýndu þeim hvernig þeir ætti að bregðast við ef það yrði ykkur kjarnorku átök. Alright, menn geta haft handbækur til þess að átta sig á því hvað þeir eiga að gera, en að það leiði til þess að þeir séu að höndla kjarnorkuvopn á Íslandi í óþökk stjórnvalda, það lá aldrei fyrir. Og þetta var eitt af þeim atriðum sem rifust endalaust á tíma kalda stríðsins. En
eftir að því lauk og menn gátu farið að gramsa í öllu sem var að finna á Keflavíkurflugvelli, þá kom aldrei neitt í ljós sem sýndi að þar hefði verið kjarnorkuvopnageymslur. Þannig að það er enn rík þörf. Það er enn rík þörf fyrir allar þjóðir að tryggja öryggi sitt og finna bestu leiðina til þess og ég tel að fyrir Íslendinga sé það sem kemur fram í þjóðaröryggi stefninu aðildina NATO og varnarsamstarfi við Bandaríkin sé skynsamlegasta leiðin sem við getum valið. Björn, kæra þakkir. Þakkaði kærlega fyrir spjallið. Á kínversku ber Ísland hið ljóðræna heiti Bingdao eða Íseyjan. Kína er stórt á heimsvísu. Það snertir í raun og veru alla með einhverjum beinum eða óbeinum hætti. Kínversk menning er ævaforn og þráður 3000 ára menningarsögu Kína er óslitinn allt til okkar dags. Kínverskara áhrifa gætir æ meira á Íslandi. Áallega er að 100.000 kínverski ferðamenn komi til Íslands á þessu ári. Þá eru íslenski grunnskólakrakkar að læra kínversku. Konfúsíusarstofnunin Norðurljós við Háskóla Íslands hefur þann tilgang að stuðla að aukinni fræðslu tungu, menningu og samfélag Kína. Stofnunin er kennd við kínverska heimspekingin Konfúsíus og Norðurljósin sem þykja einkenna Ísland. En Konfúsíusarstofnanir eru starftar víðum heim. Til að ræða Kína og Konfúsíusarstofnunina er hingað komin Þorgerður Anna Björnsdóttir en hún er kínverskukennari og verkefnisstjóri á Konfúsíusarstofnuninni Norðurljós. Velkomin Þorgerður. Kannski fyrst, hver er Þorgerður Anna og hvað gerirðu hjá Konfúsíusarstofnuninni Norðurljós? Þykist vita að þú eigir kínverskt heiti, ef þú getur sagt okkur aðeins frá því líka. Já, ég starfa hjá Konfúsíusarstofnuninni Norðurljós við Háskóla Íslands. Við erum til húsa í Veröld, húsi Vigdísar, þar sem deild erlendra tungumála er líka. Og ég sinni kínverskukennslu á grunnskólastigi, auk þess sem ég er í verkefnastjórnin er að skipuleggja málþing eða fyrirlestra. Stundum erum við með menningarviðburði eins og kínverska nýárshátíð sem er haldin einu sinni ári. Og svo þetta er svona fjölþætt og skemmtilegt starf þótt að kennslan sé vissulega fyrirferðarmest í mínu starfi. Já, nafnið. Ég sagt eins og margir sem að fara að læra kínversku, það fekk ég útlitið kínversku nafni þegar ég hóf nám í kínverskum fræðum við háskólan. Og þá var þannig að kínverskukennarinn minn, hann fekk svona nafnalista. Hann var að skoða nöfnin og reyna að gefa okkur nöfn sem pössuðu við íslensku nöfnin, hvort sem það var tengt merkingu eða einhvers konar hljóðlíking. Svo hann er búinn að fara í gegn nafnalistan og sér þarna Þorgerður Anna og Þorgerður er þetta svakalega erfitt nafn fyrir Kínverja. Svo hann býr til einhvers konar útgáfu sem er Xiaoqi og í hans huga líkist það Þorgerður. En þetta er ágætt nafn. Ég er mjög ánægð með það vegna þess að þetta er alvöru kínverskt nafn. Þetta er sem sagt ekki augljóslega eftir herma af einhverju vestrænu nafni eins og er gjarnan oft gert líka. Svo ég verið virkilega ánægð með það að vera með alvöru kínverskt nafn. Það er sem sagt Xiao fjölskyldunafnið og Qi merkir svona fallegur jaðarsteinn. Svo þetta er fallegt nafn. Hvað gerir Konfúsíusarstofnun? Konfúsíusarstofnun stendur fyrir kínverskukennslu og kynnir líka kínverska menningu fyrir Íslendingum. Hún er búin að starfa núna í rúmlega áratug og við höfum sem sagt staðið fyrir kínverskukennslu á háskólastigi, framhaldsskólastigi og grunnskólastigi og svo auk þess erum við með mikið svona fyrirlestra, málþing, kynningu á kínverskri menningu, höldum kínverska nýárshátíð einu sinni ári en þá bjóðum við Íslendingum að koma og fagna með okkur kínversku áramótunum sem eru aðeins seinna en sem sagt okkar vestrænu áramót. Og þetta er gert í samstarfi við Kínverja eða hvernig er það? Já, sem sagt, Konfúsíusarstofnun er samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Ningbo háskóla og hlýtur fjárstuðning í gegnum kínverska menntamálaráðuneytið. Svo þetta er svona samstarfsverkefni sem hefur gengið mjög vel þennan rúma áratug sem hefur verið starfrækt á Íslandi. Þú hefur verið að fást við kínverskukennslu í grunnskólum. Getur þú sagt mér aðeins af því? Já, ég hef mjög gaman að því að deila tungumála áhuga. Það er bara svona mín ástríða. Tungumál og menning og ferðalög og eiga samskipti við fólk úr ýmsum áttum í heiminum. Sem finnst mjög skemmtilegt að vera fást við það að kenna kínversku á grunnskólastigi. Börn eru líka mjög svona áhugasamir nemendur
þau eru fljót að ná framburði, það þau spegla tungumál sem þau heyra yfirleitt betur en fullorðnir. Svo það virkilega skemmtilegt að fá að kenna á grunnskólastigi og þetta verkefni sem ég búin að vera að sinna núna í 5 ár. Og ég að kenna bæði innan frístundanámskeið eða frístundakennslu, Ísaksskóla og Landakotsskóla, en svo erum við líka með kínversku kennslu í Vesturbæjarskóla, þar sem í rauninni allir nemendur í 1. og 2. bekk fá smá kínversku kennslu vikulega. Svo þetta svona, já. Og eru krakkarnir móttækilegir fyrir þessu? Þau eru það mjög. Þetta sem sagt, við getum sagt að þetta sé tækifæri til að breikka sjóndeildarhringinn og kynnast því að það er til tungumál sem að nota ekki bókstafi eða stafróf, heldur myndletur. Svo þetta er svona tækifæri til að kynnast framandi menningu og læra að það er virkilega gaman að læra tungumál. Kínverjar eru að sækja sér veðrið víða og áhrif þeirra eru að aukast. Er það að skila sér til Íslands? Já, Kína eru þetta, umsvif Kína á heimsviðinu fara vaxandi og hafa gert það seinustu áratugi. Það hefur áhrif á Ísland rétt eins og önnur lönd í heiminum og ég held að samskipti Íslands við Kína, þeir hafa líka verið að aukast jafnt og þétt seinustu árin. Svo þetta er vissulega eitthvað sem að Íslendingar verða að vara við líka. Það eru að koma tæplega 100.000 Kínverjar til Íslands. Í hverju liggur þessi áhugi Kínverja á Íslandi? Já, það er alveg rétt. Fjöldi kínverskra ferðamanna eykst ár frá ári og við vorum með 90.000 kínverska ferðamenn sem komið til Íslands á seinasta ári. Kínverjum finnst Ísland, hefur mikið aðdráttarafl fyrir Kínverja. Þetta er framandi eyja langt í burtu, nafnið er mjög spennandi á kínversku því að mikið af landaheitum á kínversku eru svona hljóðlíkingar, það sem í rauninni bara verið að apa eftir heitinu á landinu á upplöfu málinu. En það á ekki við Ísland. Þeir segja ekki einhvers konar afbökun af Ísland eða Æsland, heldur segja þeir Bingdá, sem merkir Íseyjan. Svo þeir fá strax svona einhverja mynd af landinu í huga sér bara við að heyra nafnið og svo þetta er Ísland frægt fyrir bjartar sumarnætur og norðurljósavetri til, hreint vatn og hreint loft. Svo það hefur gríðalegt aðdráttarafl í augum Kínverja. Kínverjar eru fyrirferðarmiklir á heimsviðinu og það eru margir sem óttast framgang Kína og líka á Íslandi. Menn óttast að fjárfestinga þeirra hér og umfang. Hvað segir okkur það atriði? Já, ég held að sé ekki ástæðu til að óttast umsvif Kínverja á Íslandi. Mér finnst frekar betra að líta sem svo á að hérna er bara fyrirferðarmikil þjóð. Þetta er stærsta þjóð í heimi, eitt stærsta land í heimi. Það er ekkert óeðlilegt við það að þeir séu áberandi og meira áberandi en þeir voru á fyrri tímum þegar þjóðin var kannski ekki eins vel stæð efnahagslega og pólitískt. Svo ég held að umsvið þeirra sé ekki eitthvað sem þarf að óttast og allra síst á Íslandi. Þetta er frekar þjóð sem við viljum vera í góðum samskiptum við, kynnast vel og bara efla sambandi við. Svo ég held að það sé alls ekkert óeðlilegt við það að Kínverjar séu svolítið áberandi. Þetta er náttúrulega, eins og ég sagði, fjölmennasta þjóð í heimi og bara tímabært að setja sig í þeirra spor hvað varðar heiminn. Finnurðu fyrir auknum áhuga almennt Íslendinga á Kína og samskiptunum við Kína? Já, Íslendingar eru mjög áhugasamir Kína og þeir eru mjög margir í samskiptum við Kína. Hvort sem það er í gegnum viðskipti, það er líka fjöldi ættleiddra barna frá Kína. Fjölskyldur þeirra fara gjarnan í ferðalög til Kína með ættleiddu börnunum sínum og eru svolítið að reyna að halda sambandi við gamla heimalandið. Svo það eru heilmikill áhugi meðal Íslendinga á Kína og kínverskum málefnum. Hvar liggja stærstu tækifærin í samskiptum Íslands og Kína? Stærstu tækifærin? Mér finnst mjög áhugavert jarðhitasamstarf Íslendinga og Kínverja. Það er eitt af því sem hefur verið að þróast síðustu árin og í rauninni á sér lengri sögu. Það má rekja alveg aftur til jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna sem er starfræktur á Íslandi. Þar sem að Kínverjar fóru að sækja þann skóla, verða síðan sérfræðingar á sviði jarðhitanýtingar heima fyrir í Kína og svo heldur samstarfið áfram og þetta er samstarf sem er búið að vera að aukast og hefur mjög jákvæð áhrif á til dæmis mengun. Það kol eru helsti orkugjafi í Kína. Ef þú getur skipt út kolunum fyrir jarðhita til húshitunar til dæmis,
þá er það strax mikil áhrif. Og mér finnst svona hlutir eins og hvað Ísland og Kína geta gert í sameiningu. Mér finnst það mjög spennandi og áhugavert. En svona tækifærin leynast þetta víða. Það er margir sem hafa áhuga á viðskiptum í sambandi við kínversku ferðamannastraumin sem að liggur til Íslands og ýmis fleiri viðskiptatækifæri og auðvitað líka í menningargeiranum. Mikið af kínversku tónlistafólki sem að hefur tækifæri til að koma hingað og spila eins og við fáum stundum fólk á kínversku nýárshátíðin okkar í háskólanum. Höfum flutt inn Guqin spilara alla leið frá Kína, en Guqin er svona ævafornt kínverskt hljóðfæri sem á sér mjög sterka stöðu í heimi tónlistarinnar í Kína. Svo það er mörg skemmtileg verkefni sem hægt er að koma á fót og rækta. Svo tækifærin leynast víða. Hvar verður samstarf Íslands og Kína eftir 10 ár? Eftir 10 ár? Sko, samstarf milli Ísland og Kína, þetta hefur verið mjög svona í rólegum skrefum. Þetta hefur vaxið í mjög rólegum skrefum. Svo það ég ger ekki ráð fyrir að verða neinar brjálæðar breytingar á stöðunni í dag og eftir 10 ár. Þetta eru svona hægt og rólega, það eru fleiri sem að læra kínversku, fleiri sem eru með viðskiptasamband við Kína, en ég myndi ekki segja að staðan yrði neitt, eða það er bara mín ágiskun. Hún verður ekki neitt gífurlega frábærin því sem hún er núna. Þorgerður Anna eða Xiao Qi, kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig.